vel Snorri. Þetta heilmikil setning á ensku og passa fyrir okkur. Ég fann þar sem að ég tilheyri. Amen. Og það gott að vita hvar við tilheyrum, af því að það svolítið athyglisvert með okkur sjálf að við höfum kannski stærra hlutverki að gegna heldur en okkur órar fyrir. Það fólki kringum okkur sem að leita að snertingu og það spyr tilgang og það veit ekki alveg hvar það stendur og það allir spyrjandi hvort að Guð sé til. Það enginn sem sér hann, en við sjáum fullt af handaförum og fótaförum og atriðum sem staðfesta það að Guð til. Og vitið þið að þið eruð þau handaför. Bara í okkar samtíma þá eru við dæmi þess að Guð sé til. Amen. Og skoðum aðeins nokkur atriði sem að ætti að snert okkur. Ég ætla að fara með ykkur á samkomu hjá Jesú Kristi. Skulum fara í Jóhannesar Guðspjall, 8. kapítól og 17. vers og þið eru enga stund að finna þetta vegna þess að þetta alveg stórkostlegt orð sem að þið sjáu frá Jesú Kristi og hann gerir svolítið ráð fyrir því að við verðum sýnileg. Og það sumir sem vilja vera svona leynilega kristnir, þú veist við ekki mikið láta okkur bera, ekki vera öfgakennd og ekki vera þannig að menn sé að stinga í okkur eða við í þá. Við erum að reyna að passa okkur svolítið sko, við mögum ekki vera of harðorð og við mögum ekki vera of dæmandi, þið veitum hvernig það Við erum alltaf að heyra þetta hjá okkur, þá verður nú rólegur, slappa það aðeins af. En Jesús Kristus segir í 8. kapítólunum, og þetta í þeim kafla sem að við höfum náttúrulega söguna bersindugu konuna, til að fara með ykkur í 17. versi þessu sama kafla, það segir Jesús Kristus þetta svona, og í lögmáli yðar ritað að vitnisburður 2 manna sé gildur. Ég sá sem vitna sjálfa mig og faðirinn sem sendi mig vitnar mig. Og hugsa ykkur, hann með vitnisburðinn, það sem 2 eða 3 vottar bera. Þetta svolítið sterkt atriði fyrir kristnina og þá ætlum ég spyrja ykkur, hvað eru mörg hérna inni sem eru frelsuð? Nú, það bara svona margar hendur. Vitið hvað þetta þýðir þegar við játum það að við erum frelsingjar Jesú Krist? Amen. Sjáu þið hvað þetta stórt og mikið að þetta ekki bara ég, þetta líka þú. Við erum þess vegna lifandi vitnisburður það að Jesús Kristur sonur Guðs frelsarinn. Það mjög mikilvægt. Páll postuli, hann fór með þennan boðskap út og mér svo vænt að við getum sagt að við eigum nefnilega framhaldssögu, þá hver kaflinn af öðrum, og þið sjáu líka með til þess Hebreabréfið 11, það að tala til okkur trúuðu mennina. Allir þessi trúuðu, þú veist, þeir voru nefndir, Móse var nefndur, Jakob, og þeir voru nefndir þarna spámennirnir og postularnir, og Hebreabréfið að tína upp hetjur trúarinnar í gegnum söguna og það endar með því að segja og án vor eru þeir ekki fullkomnir eða þeir. Við erum hluti af trúararfinum sem hefur gengið í gegnum aldirnar og til þess að Móse verið fullkominn þá þarf þú að vera til. Hugsa hvað þetta merkilegt. Til þess að verk Páls postula fá að ljóma í dýrð þá þarf þú að bera honum vitni. Við erum framhaldssagan. Við erum að tala núna í þessum tíma, þau sem voru áður,
Hvítasunnumenn sem voru áður, trúaðir einstaklingar sem voru áður, þeir töluðu á sínum tíma. Og bara til þess eitt atriði sem mjög athyglisvert, við fáum Nýja testamentið þýtt á íslensku eða norrænu 1540. Vitið hvað hafði gerst áður? Í 1000 ár þá var Biblían til bara á latínu. Þess vegna tala þeir í Portúgal, þeir tala portúgalsku og Spánverjar tala spænsku og Ítalir tala ítölsku og Frakkarnir tala frönsku. Þetta eru allt saman latnesk tungumál. Þau eru komið frá latínunni. Nemo salto soprini, nisi forte insanit. Kunnið þetta? Rex clamentis indi sertio. Ég bara kann þessar 2 setningar. Nú latína kunnáttu mín búin. En vitið hvað þetta er? Vox clementis. Rödd hrópandans. Indi sertio. Í eyðimörkinni. Sjáu þið hvernig latínan var notuð. Við varðveittum hana þess vegna, en svo kom nýju menn. Þeir sögðu nú bara besta Biblían fá að vera þýdd á tungumál fólksins. Í 1000 ár þá fekk fólki ekki aðgang að Biblíunni vegna það skildi hvorki grísku, hebresku eða latínu. Svo það bara fór og hlustaði á hvað presturinn sagði. En hvað erum við með í höndunum í dag? Oddur Gottskálksson. Íslenskur maður upp á Íslandi í tíð katólsku kirkjunar. Hann hírðist út í fjósi og hann tók textan trúlega frá þýsku biblíunni og blandaði saman grískunni og þýsku biblíunni og bar saman og skrifaði þetta á íslensku. Þess vegna eigum við biblíuna eins og hún eins og hún var skrifuð. Þetta ekki alveg sama tungumálið, en það alveg sama efnið. Það alveg sömu sögurnar. Það alveg sami vitnisburðurinn og 1540 Oddur Gottskálksson flutti orðið til Íslendinga. Hvað gerðist áður en að Íslendingar fóru að lesa Biblíuna? Jú, þeir fengu glefsur úr orðinu, en vitið þið, þeir sem tóku við orðinu, þeir frelsuðust. Þeir urðu trúaðir. Og nú skulum við aðeins athuga hvað mikið í því að við megum vera trúaðir einstaklingar og við megum koma fram fyrir aðra menn með þennan vitnisburð að Jesús Kristur frelsarinn. Við eigum, ég sá þetta á netinu daginn og ég vona að Þóri geti sett þetta hérna upp. Þetta fyrsta glæran. Við eigum á safni í Möltu, þá eigum við dæmi spor Páls postula, vitnisburðinn hans. Það sagt frá þessu í postulasögunni, 27. Þá postuli að koma til Möltu og þeir eru frammi fyrir því að þurfa að stranda skipinu. Skipi steikti á rifi og þeir voru að henda út akkerum og þá það þannig að það spurning ætli akkerinn sé að finna einhver staðar. Eða næsta glæra Þórir, þá kemur að því, þessi að þeir fundu akkerinn á einu ströndinni þar sem að sandrif þeir fundu engar aðra leifar af skipinu, en akkerinn voru í sjónum. Staðfestu það að saga sem Lúkas skrifaði fyrir þig og fyrir mig, hún reynist bara rétt. Og ef þetta nógu skýrt hjá okkur, þá ættir að geta farið hérna inn í þetta neðst, hérna eða til hliðina, og þá ættu að sjá glæruna alveg fullkomna, á sjá þetta svona. Þetta á safni í Möltu. Afgangurinn af skipinu sem Páll postuli var á þegar það strandaði. Hvað segir þetta mér? Þetta segir mér það að Lúkas, sem skráði postulasöguna, hann var að segja satt. Þannig vitnisburðurinn, hann varðveittist í gegnum allt saman og 2000 árum síðar eða svo, þá bara birtist hann á safni í Möltu, Páll postuli kom þangað. Nákvæmlega eins og Biblían segir. Þessi vitnisburðurinn Páll postula, hann bara hluti af því dæmi hvernig vitnisburðurinn varðveittur.
Það ekki bara það að við varðveitum hann í sögusögnum, heldur eru leifarnar geymdar á þessum og hinum staðnum sem staðfesta það að Páll postuli hann mætti á staðinn. Orð Guðs reynist rétt. Það til meiri upplýsingar fornleifar núna heldur nokkuð tíman áður. Og allar þessar fornleifar sem menn hafa verið að finna, þær hafa bent til þess að Biblían hefur bara sagt okkur satt. Hún bara orð bókana, orð lífsins. Hvað á hverju máttu byggja trú þína? Við viljum mjög gjarnan hafa trú okkar þannig að okkur líði vel, ekki satt. Við viljum að Guðsríkið sé á meðal okkar og Guðsríkið, það réttlæti, það friður og það fögnur í heilugum anda. Ekki satt? Við viljum öll koma saman á samkomu og eiga gleðistund. Við viljum hafa þetta þannig. Við viljum hafa svoleiðis, þetta verður áhrif á okkur. Og fólk að leita að gleðinni í alls konar málum. Þið heyrið hvernig unglingar eru komnir í vandamál, svo eru aðrir unglingar að finna Krist. Og við heyrum að þetta verið að deila. Hvað eru menn að gera? Hvað eru unglingar að fara? Meira sér að hafa sumir pólitíkusar, skrifa greinar það að biðja unglingum að vara sig á sögum Biblíunnar, því að það svo margt í Biblíunni sem að við viljum ekki fá. Það bara hatursboðskapur. Það hatursboðskapur ef við ekki glatast. Já, Guð hatar þann boðskap. Og við gerum það líka. Við viljum ekki að nokkur einasti maður glatist. Við viljum að allir frelsist og fái hlutild í Guðs dýrð. Eru sammála því? En til þess að við mögum vita hvað innihald krossdauða Jesú Krists mikið, þá verðum við að vita alla söguna. Við verðum að vita 2 staði. Við verðum að sjá hvert fólk að fara. Við verðum að vita hvað Guð að segja. Og Guð bendir okkur á. Það sem Páll postuli barðist fyrir og skipið hans Páls, það fórst við Möltu vegna þess að Páll postuli hafði fengið þau orð frá Jesú Kristi: til keisarans skalt þú fara. Þetta var ekki auðveld leið. Þetta var til þess að skipið fórst, en Páll komst til keisarans. Orð Guðs rættust. Nú skulum við fara inn í annað atriði sem að ég held að skipti líka máli. Ég ætla að gera það fyrir mig. Ég ætla að fara með ykkur næstu glæru. Og þetta bara glæranum þegar Páll postuli var til á sínum tíma. Ég ætla að taka fyrir nokkur atriði. Sá sem bjóð þessa glæru til. Þetta lögregluþjónn, eða fyrrum rannsóknarlögreglumaður í Bandaríkjunum, og hann hefur verið að sanna fyrir okkur að vitnisburður Biblíunnar réttur. Og hann segir, þetta svo merkilegt, sagði hann, sjónarvottarnir að verki Jesú, þeir eru skráðir í Biblíuna. Pétur postuli kallar sig sjónarvott að dýr Jesú Krist. Allir Lúkas eða Mattheus og Markus og Jóhannes, þeir 3 allavega, þeir voru sjónarvottar að Jesú Kristi. Lúkas, hann aftur á móti rannsakaði málið. Og þegar við skoðum þessa glæru, þá sjáum við að það eru komni menn, ég veit ekki hvort þetta sjáist nógu vel, en allavega þið sjáið, það Páll postuli sem að kemur fram sem vottur Jesú Krist. Og þegar við förum að fylgja honum eftir, þá skulle bara taka neðstu línuna, það Páll postuli. Svo koma menn í framhald af því. Það eru lærisveina Páls, svo eru lærisveina þeirra og svo eru lærisveinarnir hver eftir annan, og hann fer frá árinu 0 til svona 360 eftir Krist. Hver lærisveinninn af öðrum skráði niður sögu sína, sögu Páls, og kom með lærdóminn Jesú Krist. Þýðir aftur á móti að þeir lærðu hver af öðrum og ritin eru til. Vitnisburður þeirra til. Og þá getum við séð að vitnisburður skal gildur vera ef 2 eða 3 vottar bera. Og við erum þar. Við erum að bera Jesú Kristi vitni landi okkar til hjálpar. Keflvíkingum til hjálpar.
Og þegar við förum að bera okkur saman við hvað Kristus segir, hvernig postulinn talaði og hvernig lærisveinarnir komu fram, þá sjáum við að þeir voru allir sammála eitt. Jesús Guðs son. Þeir voru sammála það, við ættum að láta orð Drottins rætast og við áttum að láta það leið okkur. Og hvað þetta merkilegt? Hvað eru margir sem hafa fengið að reyna það að orð Guðs hafi í einhverju tilfellum breytt ykkur? Eru þið til hér sem að orð Guðs hefur breytt? Ég var að tala við mannundaginn í gær. Hann var að fara á AA-fund og hann fór að tala við mig það, hvað þetta merkilegt, að þegar hann fer á AA-fund, þá lærði hann það að AA-mennirnir, þeir byrjuðu á að segja að þeir tryðu að þeir getur trúa á Guð og biðja hann ásjá og hjálp. En svo voru vantrúaseggir sem komu inn og þeir fengu þessari klásúlu breytt og fengu einhvern veginn þannig orðað að við trúðum báðum Guð eins og við skiljum hann. Samkvæmt skilningi vorum á honum. Svo sagði þessi maður, ég hef tekið til því. Allir þeir sem mæta á AA-fund og hafa náð árangri voru menn sem fóru að trúa á Guð. Þetta er svolítið athyglisvert. Þeir þurftu ekki endilega að fara í meðferð. Þeir trúðu á Guð. Það að trúa á Guð og biðja hann og fá hjálp frá honum, það breytti þeim. Þeir eru ekki endilega í kirkjunum. Þeir eru þarna úti. En vitnisburðurinn, hann er fleiri en einn, og hann er fleiri en tveir, og hann er fleiri en þrír. Og við höfum það bæði í Hvítasunnu kirkjunum og öðrum kirkjum, það er fullt af fólki á meðal okkar sem var að glíma við áfengi eða eiturlyf, það frelsaðist. Og við höfðum enga leið til þess að búa til ykkur að töfra formúlu að það frelsaðist nema vegna þess að það tók mark á þessu heilaga lifandi orði. Og þetta er besta meðal gegn syndinni sem við höfum. Ef að 2 eða 3 vottar bera þetta, þá sjáum við auðvitað að við erum að segja mjög merkilegan sannleika okkar á meðal. Tökum fyrir eitt atriði viðbót. Við skulum fara aðeins í sögu Móse. Haldið að Móse hafi farið yfir Rauðahafið. Ég meina glæru þar sem að við sjáum, hún er tekin kvikmyndinni Móse. Og það stendur Móse fyrir framan Rauðahafið og það er spurning, mun hann ná í gegn, kemst hann yfir? Og þessi mynd, hún bara greip þá í Hollywood svona, þeir bjuggu til. Það var enginn sem gat tekið mynd af Móse farið yfir Rauðahafið. Og menn spyrja, er eitthvað að vita hvað hann fór? Einu sinni var það sagt að Rauðahafið, það var nú ekki meira heldur en svo að það var bara rétt 10-20 cm á dýpt. Og þeir voru búin að teikna út að þetta var bara grunnt vatn sem að Ísraelsmenn fóru yfir og það klofnaði. Og þá var lítið strákur sem heyrði kennarana sem segi þetta, já, dýrse Guði. Á hverju segirðu það? Af því að Guð, hann lét her fara og drukna í 10 cm djúpu vatni. Svo það var alveg saman hvað kennari reyndi að koma fram með. Það er alltaf kraftaverk að finna. En hvað skildu menn vita í dag? Hversu áreiðanlega er sagan? Og er þetta virkilega svoleiðis að við getum bent á að sagan Móse, hún er vörðuð einkennum og vottum sem að sanna það að Ísraelsmenn fóru yfir. Það fóru kafarar að kafa í Rauðahafinu. Og þeir koma að strönd sem er kallað Núveiba. Þeir tóku mynd þar, það er næsta glæra. Og hvað skildir hafa séð á botninum? Þetta eru leifar af stríðsvagni Egypta. Hvernig komst það þangað? Voru Egypta vanir að fleygja vagnarnir bara í sjóinn? Sagan nefnilega segir að Faró, hann fór á eftir Ísraelsmönnum og sjórinn féll yfir þá. Herinn eyddist, Faró druknaði. Nokkrum dögum áður hafði Faró mist elsta son sinn. Þeir voru bornir saman til grafar, sonurinn og Faró. Og við erum að sjá að þessi saga, hún er bæði tákgræn en gríðarlega sorgleg.
að fara og hefði haft vit á að hlusta á Guð og segja við Guð, ég ætla að hlusta á þig og fara eftir þínu orði, því þú ert Guð hins lifanda, en fara á valdi dauðan. Og það mjög sorglegt. Sagan Móse, sagan burtur Ísraelsmanna, hún geymd í Rauða hafinu. Megum við segja hana hér, þetta saga Biblíunnar, 2 eða 3 vottar bera, hefur að taka fleiri atriði fyrir, þetta að sýna ykkur næstu glæru, þar eru við að sjá landakort af það sem ströndin Núveiba ég sjá, þeir eru búin að taka sjóinni burtu og þeir eru með upplýsingar. Þarna strik sem bendir hvar þeir hafa verið að finna leifarnar af her faraós. Og hvað finna þeir? Þeir finna beinaleifar, þeir finna hjól og vagna, þeir finna leifar af beinum hesta og svo framvegis. Þannig að þetta allt saman á þessu stað. Og hvernig stendur það því að finna þetta? Jú, það vegna þess að svo mikill kórall þarna. Og kórallinn, hann vex ekki í sandi. Hann vex bara á hlutum. Hann sest á steina eða eitthvað sem hann getur fest sig á. Þess vegna þetta til dæmis að ef að menn fá kóralla upp með trollinu og þeir brjóta kórallinn, að þá einhvers staðar inn í kórallnum afgangur af steini eða leifar af steini og kórallinn hefur vaxið. Utan á beini, utan á hjólum, utan á öxlum, svoleiðis að kórallinn segir þeim hvað í gangi. Og þetta gönguhalli sem að gengur í 15 kílómetra, 15,9 eitthvað svoleiðis, frá Núveiba og yfir til Sádi-Arabíu. Hvað var það svæði kallað? Jú, það var kallað Mídían. Hvert flúði Móse þegar hann var búinn að drepa mannin, egypska mannin? Móse var fertugur. Hvert flúði hann? Fór hann til Sádi-Arabíu? Nei, hann fór til Mídían. Þar fann hann Sippóru. Þar var tengdapappans Jethro. Hann var prestur í Mídían. Við köllum það í dag Sádi-Arabíu, en svæðið heitir ennþá Mídían og þar til dæmis ein stærsta olíubora eða olíuvinnslustöð Sádi-Araba og þeir kalla hana Mídían. Þeir eru ekkert að skamma sín fyrir nafnið. Þetta varðveitt á þessu stað. Sagan af Móse og burtur Ísraelsmanna, hún bara staðfest með vottunum sem liggja kurrir á botninum. Þannig að við stöndum mjög föstum fótum á því að Biblían að segja okkur satt. Og Biblían, hún að benda okkur á að Guð, almáttugur skapari himins og jarðar, hann með þér í liði og þú með honum. Og ekki láta nokkurn mann ræna þig þessu að Guð með. Við eigum þessa von fyrir bragðið. Það næsta glæra sem ég ætla að fá á sýningu líka. Ég ætla ekki að vera mjög langur núna. Þegar Ísraelsmenn voru búin að fara frá Egyptalandi, þá tekur tímabil við sem byrjaði á Jósúabók. Hvað var Jósúa að gera? Jú, hann var að fara landið, hann var að taka borgir og bæi og Ísraelsmenn voru að setja stað. Hvað höfum við til vitnis? Jú, við höfum Jósúabókina, við höfum Dómarabókina, við höfum bara sögur Biblíunnar. Vitum við hvað meir? Svo voru þeir daginn, þeir eru alltaf að finna eitthvað nýtt í fornleifafræðinni. Þeir fundu svona leirtöflur, fullt af leirtöflum í skjalasafni faraós. Og þetta skjalasafn faraós. Og á þessari leirtöflu þá eru fleygurrúnir. Því miður ég ekki læs á fleygurrúnir. Ég get ekki sagt ykkur hvað þarna stendur. En það eru menn mér færari sem að kunna fleygurrúnir og vita letrið. Þetta babylonska letrið og stafrófið. Þeir skrifuðu allt á fleygurrúnir. Þeir notuðu leirinn til að búa til skilaboð og síðan sendu leirtöflurnar hingað og þangað. Þeir gerðu samninga á leirtöflum og það voru leirtöflurnar sem lentu síðan í eldi og þær voru brendar og þá hertist leirinn og varðveitti boðskapinn. Og á þessari töflu þá stendur til konungsins
af því að Hebrear eru sterkari við. Herra, veittu mér aðstoð. Megi konungurinn, Herra, leysa mig frá Hebreum. Þeir eyða okkur. Hver skildi hafa skrifað þetta? Þetta kemur frá Kanverja. Hann var konungurinn í Kana, eða í Kanaans landi. Þetta frá einum af þeim sem misti völdin vegna að Guðs líður var að koma til þess að taka fyrir hérna landið sem Guð hafði gefið Abraham, Ísak, Jakob og afkomendunum. Og nú eru afkomendunum komnir. Þeir voru sennilega rúmlega 2 milljónir sem að koma þarna inn í landið og þau þurftu pláss. Þeir byrjuðu á að sigra Jerikó. Og við getum farið lið fyrir lið inn í söguna eins og ritningarnar sína söguna og tala það við okkur. Þannig hefur sagan ræst og þannig er sagan að koma upp. Skiptir þetta máli fyrir okkur? Mér finnst það skipta rosalega miklu máli. Svo að ég komin næst síðustu glæruna. Það færi ykkur aðeins framar í tíman. Ég sjá að ég tek þetta bara svona til tímaröð. Það fara með ykkur í bók gyðinga sem heitir Talmud. Og Talmud gyðinga er ekki í Biblíunni. Því að þetta er fullt af alls konar reglum og sögum sem gyðingarnir greina frá. Og þeir eru með þessa sögu sem að þarna birtist. Ég sýni ykkur þetta bara fyrst á ensku og síðan þýddi þetta á íslensku. Þið þekki söguna því þegar Jesús Kristus dó. Þá rifnaði fortjaldið ofinni frá og niður. Er ekki sönnun þess? Og það var líka þannig að það kom jarðskjálfti og dyrnar á musterinu, það festust vegna það kom bylgja og festi dyrnar, það var ekki hvorki hægt að loka né opna. Það voru bara kurrar. En það var annað merkilega sem gyðingarnir sögðu. 30 eftir Krist. 30 eftir Krist. Þeir voru vanir því að festa linda, svona skarlatrauðan linda á dyrnar á musterinu og láta hann jafnvel fara á horn Geithafurs sem að sendu síðan út í eyðimerkina og við köllum hann syndahafurinn. Þeir lögðu hendur sínar á Geithafinn og síðan létu hann fara með alla syndi sínar út í eyðimörkina. Hvað var síðan dýrið? Það trúlega dó. Því að eyðimörkin hún eyðir engu. Þannig hurfu syndirnar. En það var annað sem gerðist með hennar linda sem gyðingunum þóttu svo merkilegt. Þeir sáu að purpurarauði liturinn sem var á lindanum, hann breyttist í hvítan lit. Og þetta gerist ár eftir ár eftir ár. Og allir horfðu á og voru himinlifandi, syndirnar voru frá þeim teknar. Nema eftir 30. Þá hætti þetta gerast. Þeir gerði þetta aftur 31, 32 og svo framvegis. Það var alveg sama, engin breyting. Það var bara sami rauði lindin, enginn fór inn í musterið því að það var engin æðstiprestur til þannig lagað, en þetta hætti 30 eftir Krist. Og gyðingarnir segja, ástæðan er svo að Guð var að láta okkur vita að musterinu yrði eitt eftir 40 ár. En við segjum, hinni kristnu, það var vegna þess að Jesús Kristur, hann dó í eitt skipti fyrir öll og friðþægði fyrir okkur í eitt skipti fyrir öll og meira þess að öll náttúran, hún bar þess vitni. Og þú og ég erum hér í Keflavík til þess að staðfesta það að Jesús Kristur er frelsarinn. Hann er drottinn okkar, hann er Guð. Við erum hér samankomin í Jesú nafni vegna þess að við eigum frelsið okkar í Jesú Kristi. Náð hans ríkir á meðal okkar. Við þögnum ekki og við látum ekki af að vitna hann vegna þess að við sjáum hversu dýrmætur hann er og fyrir okkur er hann alveg stórkostlegur frelsari. Hver frelsar mannin annar en Jesús Kristur? Síðasta glæra segir með. Syndir fyrirgefnar. Kannast við þetta? Þá færa þeir Jesú lamaða mann í rekkju. Jesús segir við hann, ertu hughraustur?
barnið mitt, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Á hverju byrjaði hann á því? Lamaður maður, hvað hafði hann gert? Á hverju byrjaði Jesús að segja við hann, syndir þínar eru þér fyrirgefnar? Á hverju sagði hann ekki, heyrðu, strákur minn, stattu upp, þú þarft að fara í vinnu? Nei, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Og þá bara allt í einu lesan hugsanir þeirra sem voru áheyrendur. Vottarnir sem áttu að vitna Jesúm Krist, fræðimenn og farisear, þeir sögðu með sjálfum sér, hann guðlastar. Hann guðlastar. Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Af hverju máttu ekki segja, barnið mitt, syndir þínar eru þér fyrirgefnar? Hví hugsið þér illt í hjörtum yðar, segir hann. Hvort auðveldar að segja, syndir þínar eru þér fyrirgefnar, eða segja, stattu upp og gakk. Hvað myndu þið gera ef að lamaður maður væri hérna meðal okkar? Hvað gerir við sjúkt fólk? Við biðjum fyrir því og hvað? Þú veist, þetta er áskorun til okkar. Hvað gerir við gagnvart kraftaverkum, undurum og stórmerkjum? Hvað eru mörg ykkar sem hafa fengið að reyna lækningu fyrir bæn? Má ég sjá hendur ykkar? Hafið sagt frá þessu? Þegið yfir þessu eða segið þið frá. Við eigum þennan vitnisburð að Jesús Kristur er bæði frelsarinn okkar og læknir. Við eigum þennan vitnisburð að við vorum leyst fyrir blóð Jesú Krist sem hreinsar oss af allri synd. Við eigum þennan vitnisburð að það er hans vegna sem við stöndumst. Ekki vegna okkar. Það er ekki okkar eigið ágæti sem hefur komið þar inn. Það er Guð sem hefur gert okkur að lifandi vitnisburðum í samtíð okkar. Megum við láta þetta rætast. Nú talar hann við lama mannin og segir, statt upp, takk rekkju þína og gakk. Og við segjum líka í Jesú nafni við þennan söfnuð og við hina trúuðu, standið upp, takiði rekkjur ykkar og gangiði. Förum í það sem við vitum að er frá Guði komið, við gefum honum dýrðina, við leifum óma frá munni okkar, vitnisburðinum hvað Guð hefur gert í okkar lífi, hversu stórkostlegur hann er. Þjóðin þarf á því að halda. Þjóðin er að bíða eftir að við stígum upp og við fáum að heyra að menn hafa læknast fyrir bæn, fyrir trú. Það er fullt af fólki sem hefur læknast fyrir bæn, en það þegir yfir því. Segir ekki orð. Það tók sér meðöl, það sótti sína lækna og það þakkaði læknunum fyrir að hafa gefið réttu meðölinn, en hver lét meðölinn virka? Kunningi minn sem var í Hveragerði, Björn Jónsson, hann var læknir þar og ég hafði mjög gaman af því að tala við hann svona ýmismál. Og hann hafði sérlega gaman af því þegar ég var að rökraða svona við hann. Hann hafði enga trú. Hann vildi bara vísindi. Svo kom að því, Björn minn, spurði ég, hvað hefur þú læknað marga? Nú ertu læknir. Ég er bara ekki nokkurn mann læknað, segir hann. Og ég segi, hvernig stendur því að læknirinn segist engan hafa læknað? Sko, það er leyndardómur í líkama mannsins. Ef við gefum hún réttu meðölinn og hann verður að haga sér rétt, þá hverfa svo margir sjúkdómar. Þetta er innbyggt í okkur að við verðum heilbrigð. Og hann áttar sig á því, hann gat gefið manni meðal, annar dó en hinn lifði. Hann réði því ekki, hvort að menn dæðu eða lifðu. Hann viðurkenndi það var til æðri máttur sem hafði áhrif á lækningu líkamans. Megum við standa þar? Megum við trúa þessu? Megum við vita að sá sem hefur gefið líkamannum frelsi, fyrirgefningu syndana, hann er sá hinn sami sem að græðir þín mein og hann læknar þín sál. Við erum alltaf að predika þetta. Eru sammála? Ef að rísa á fætur og biðja fyrir þeim sem við vitum að eru veikir, er eitthvað sjúkur hér á meðal okkar, viltu fá fyrirbæn? Við skulum bara biðja fyrir þið núna, vegna þess að
það Drottinn sem að gerir sitt stórkostlega nafn dýrlegt á meðal okkar. Það er ekki ég eða Kitti sem læknum. Það er ekki bara þið sem að biðji. Það er vegna þess að Jesús Kristur er með hönd sína í verkinu. Það er fingur hans sem snerti við okkur. Hleypum honum að. Heyri amen við því. Amen. Drottinn minn, við þökkum elskaði Herra að við mun taka mark á þínu vitnisburði. Það er þitt orð sem mun rætast, Drottinn minn. Og við stöndum hér bæði frammi fyrir alþjóð, stöndum hér frammi fyrir hverjum þeim sem vill vita að þú ert frelsarinn, þú ert Guðssonurinn, þú ert læknirinn og þitt er ríkið og himnanna dýrð. Takk fyrir að við munum biðja fyrir þeim sem sjúkir erum og við segjum við sjúkdómana vík burt í Jesú nafni. Við biðjum fyrir þeim sem eru hlaðnir syndum. Drottinn, biðdu þá ákalla þitt blóð. Láttu þá segja, Jesús, fyrirgefðu mig syndir mínar og þó mig hreinan með blóði þínu. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Með náð Drottins Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda vera með ykkur öllum. Amen. Nú er þetta Kitti að slá á létta tóna. Við skulum lofa Drottinn aðeins saman áður við förum upp í kaffi. Hann sem allt hefur skapað. Syngjum power and honor we give unto you. Power and honor we give unto you. We stand in adoration and give praise to you. You reign forever, lifted
The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Segjum þökk þér, Jesús. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want To thank you, I just want to thank you, Lord. Þökkum þér, Drottinn, fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur. Þökkum þér, Drottinn, að þú hefur læknað okkur, frelsað okkur, Drottinn. Takk þér fyrir að það er fríður í landin okkar, Drottinn. Takk þér fyrir að þú hefur blessað okkur svo mikið, Drottinn. Takk þér fyrir að, Drottinn, að þú ert með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want To thank you, I just want to thank you, Lord. I just want to Thank you, I just want to thank you. Drottinn, við bara gefum þínu nafni dýrðina. Þökkum fyrir þennan dag sem er framöndan. Þakka þér fyrir að þú gengur með okkur og þakka þér fyrir allt sem þú hefur gjört okkur. Þakka þér fyrir bara snertingu þína hér í dag. Í Jesú nafni. Amen.